Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þættinum höldum við áfram á rúndinum með alþingismanninum Ásmundi Friðrikssyni. En við förum líka í 150 ára skólaafmæli í sveitafélaginu Vogum hér á Suðurnesjum. En þar ætlum við einmitt að byrja þáttinn, en við ræðum þar meðal annars við kennara sem kenndi þar í 50 ár. Það var mikið dýrðir í Tjarnashal Stóru Vogaskóla þegar 150 ára afmæli skólahalds í Vogum og Vatnsleysuströnd var fagnað. En barnaskólinn í Vogum svo þriðji elsti á landinu. Gerðaskóli í Garði svo 3 vikum yngri en skólinn í Vogum. Hrafnkell Karlsson lék á píanó þegar gestir mættu til hátíðarinnar, en hann gamall nemandi Stóru Vogaskóla. Ræðuhöldum var haldið í lágmarki og þau brotin upp með tónlistarflutningi sem þau Arnbjörg Hjartardóttir nemandi og Bent Marinusson kennari sáu um. Helga Sigríður Árnadóttir var kennari í Vogum í hálfa öld og hún náði að kenna 3 ættliðum. Voru þetta viðburðarík ár? Já, bara góð og viðburðarík, já. Hvenær byrjaði að kenna við skólann? 1955. Og hvernig var staðan þá í sveitafélaginu? Já, svolítið öðruvísi heldur en núna. Ekki eins mörg börn og öðruvísi færri kennarar, en mjög gott. Hvernig var svona hefðbundur skóladagur þá? Bara svona venjulegur, en ekki eins og núna, sko. En það var bara, við vorum þá inn í Brunnastaðaskóla, í Brunnastaðahverfinu. Og hvað varst að kenna? Bara svona almenna kennslu, yngri börnum aðalega. En svo endaði ég í heimilisfræðikennslu og hætti svo 2004. Þannig að þú varst að í 50 ár? Já. Hvað, varstu þá að kenna 3 ættliðum við þér? Já. Og náðurðu því? Já. Eitthvað eftirminnilegt frá þessum tíma? Æ, það man ég ekki svo Ég man bara hvað var gaman að flytja í nýja skólann. Rosalega skemmtilegt. Það hefur verið mikið bylting? Já, mjög mikið. Og náttúrulega alltaf skólabíll sem keyrði á milli. En hvernig var að byrja að kenna hann inn á Strönd við þær aðstöður sem voru þá? Maður svo sem þekkti ekkert annars og lesi það bara, maður lét sig hafa það. Og margir eftirminnilegi nemendur? Já. Og hefur eitthvað fylgst með þessu fólki, svona hvernig því hefur reitt af? Já, maður reynir nú að fylgjast með, já, því fylgist alltaf með Vogunum. Maður fylgist alltaf með því sem að gerast í Vogunum. Stóru Vogaskóla bárust nokkra gjafir á þessum tímamótum. Meðal annars færði kvenfélagi Fjóla í Vogum skólanum 3 hrærivélar fyrir heimilisfræði kennslu. Kvenfélagskonurnar sáu einnig veitingar í afmælisveislu skólans. Þá færði Þorvaldur Örn Árnason fyrrverandi kennari skólanum sögu skólahalds í Vogum og á Vatnsleysuströnd í 150 ár. Söguna hefur Þorvaldur verið að taka saman síðasta árið. Til dæmis þessi skólinn stofnaður þegar engin lög svona skóla til og það liður 35 ár þá þegar voru sett skólalög í landinu. Og þetta var bara mennu improviseruð, þetta var svona eiginlega áhugamannafélag sem stofnuðu þarna og fengu bara pening frá góðum mönnum til þess að byggja hús og skólinn byrjaði í sínu eigin húsi. Það get ekki allir skólar státað af því og hefur alltaf starfað í eigin húsi alla tíð og það búið að byggja nokkrum sinnum og stækka nokkrum sinnum. En í upphafi þá börnin eru svona oft á bilinu svona 20 til 40 svona fyrstu öldina og öldina segir sko eins og það sé bara eitthvað smá tími. En starfsmennirnir á þeim tíma voru svona á bilinu 1 til 3. Svona 3 þeirra best lét. Þegar fór að líða á að börnin voru oftar komin upp í 40-50, þá voru oft 3 starfsmenn. En lengst það var bara 1 starfsmaður.
Já, og aðstæður þessar skólabarna voru náttúrulega oft mjög erfiðar í skólanum. Við erum að tala um byggingar sem voru nú ekki margir fermetrar. 56 fermetrar fyrst við að byrja þar og það voru 28-9 börn í þessum 50 fermetrum og það, með ekki bara það heldur það var líka búið í risinu. Og þar fyrstu árin þá bjuggu sem sagt eitthvað hluta börnunum upp í risi. Og það var náttúrulega alltaf vandamál, þetta dreifbýli sko og það var alltaf vandamál og það var svo rosalega langt fyrir börnin sem lengst áttu að fara og í upphafi, fyrstu 4-5 árin þá Njarðvík líka með í þessu. Njarðvík hluti af Vatnsleysustrundarhreppi þegar skólinn stofnaður. Og það var líka nemendur á Njarðvík og þetta voru þeir ekki að labba á Njarðvík á hverjum degi sjálfsögðu ekki. Þeir bjuggu ykkur staðar í Brunastaðahverfinu og jafnvel bara upp á lofti í þessu 56 fermetra húsi. Þrátt fyrir fjölgun íbúa í sveitarfélaginu Vogum, þá hefur börnum í skólanum fækkað. Þau eru í dag 160 talsins en voru flest 220 góðæris árið 2007. Ég held að Stóruvogsskóli sé að standa sig bara feiki vel í dag og eins og bara skólar allt land. Það bara mikið af fólki framsöknu sem andum að koma menntun til skila og koma ungviðinu áfram. Nú sveitarfélagi Vogar, þetta ört stækkandi sveitarfélag, það mikil uppbygging. Börnunum líka að fjölga í samræmi við það? Nei, það nefnilega það skemmtilega í þessu og kannski skrýtna að börnum smá fækkar en íbúum fjölgar. En við trúum varla að það verði bara framtíðarþróun. Við hér á Víkurfréttum höfum verið að vinna aðra sjónvarpsþáttaröð með Suðurnesja magasíni og hún heitir Suður með sjó. Við erum búin að sýna nokkra þætti á þessu ári og á undanförnum árum. Þið getið séð það á Víkurfrétta vefnum ef þið viljið sjá eldri þætti. En við ætlum að gefa ykkur stuttbrot úr mjög skemmtilegu viðtali sem við vorum með við hann Kela klippara. En það var opnuð nýlega sýning í Hljómahöllinni en hann hefur verið mikill úrklippusafnari. Sjáu hérna stuttbrot úr því. Og svo þegar maður fór að sjá goðin sín sko. Og það eru nú menn sem tala oft þú veist, goð og goð. Svo maður sjá það einhverja myndir af þeim þar sem þeir eru með sínum goðum, en þeir þekki ekki goðin þegar aðrir eru að tala það, sko. Já. Og mér finnst alveg geggjað að hafa svona aðgang á öllum hljómsveitum á landinu, sko. En svona í gegnum tíðina þá hefur þetta náttúrulega, þú veist, við sjáum það hérna á mörgum úrklippum að það eru margir listamenn bara, já, Keli mættur og þú veist, hefur alltaf fengið góða móttökur? Alltaf. Já, hérna, já. Alltaf. Þannig að tónlistarfólki hefur lúms gaman að þessu líka. Jú, jú. Og þú ert náttúrulega að viðhalda sögunni svakalega skemmtilegan hátt. Og ég hef lánað sko eins og þegar bókin Rúna Júl, þá lánaði ég þeim sem skrifaði fullt af bókum. Við fórum á rúndinn með Ásmundi Friðrikssyni alþingismanni og við byrjuðum í síðasta þætti og vorum hvergi nærri búnir. Við höldum núna áfram með Ásmundi á rúndinum. Sko að vera með því mann, ég er bara fín. Já, Kristján Magnússon, hann frá Minnahofi á Rangárvöllum. Þetta svona, mér finnst maður að sé að tala í eðalborinn mann þegar maður hefur svona langt nafn. Og þetta afar góður strákur. Þetta svona nýjasti besti vinur minn í sveitinni. Og hann einn af þeim sem að sækja vinnu á vinnustofu Viss á Hvolsvelli. Og ég kom þarna fyrir kosningarnar á sín tíma á síðasta hausti og fann þetta falda leyndarmál. Þetta fólk sem þarna að sinna áhugamálum sínum og gera sig klárt að taka þátt í lífinu að fullu og inn á vinnumarkaðinn þegar tækifæri gefst. Og ég bauð að koma og kenna þeim að mála og teikna og lita og ég fekk sliðfélagi með mér í lið eftir kosningarnar og það fóru margir pokar fullir af blýantum og teikningaræðum og teikningvottum
vatnslitum og dóti og ég mætti bara mánudaginn til kosningar eins og ég hafði lofað. Og var í hálfa mánuð, alla daga, alla mótna, frá 8 til 12, að kenna þeim að mála og lita. Og svo þurftum við nú að sinna eins öðru. Við þurftum að fara í göngutúra og við þurftum líka að fara að selja afurðirnar í kaupfélaginu á föstudögum og svo þurftum við að halda grillveislur og Kristján vinur minn hann einhver mesti grillsérfræðingur á Suðurlandi og eru þeir nú margir frægir og góðir. Þetta náttúrulega bara þetta hjarta landsins. Hér hérna mesta orkuframleiðslan og hér mesta landbúnaðarframleiðslan og hérna koma flestir ferðamennirnir og hér fjölgar fólki alveg ótrúlega þessu Selfossi og Hellu og Hvolsvelli og Vík í Mýrdal þetta bara það fjölgun svo ofsaleg að það hefst ekki halda undan bara við skólabyggingar og sundlaugarbyggingar og hótelin spretta hérna upp og hér bara efnahagurinn á þvílíku blússi og við þurfum að bara passa okkur að auðvitað þrátt við það að fara varlega og hugsa landið og bæta vegakerfið og nýta síðan allan hennar slagkraft til þess að búa til betra líf fyrir fólkið. Og svo vantar auðvitað einhvern svona tekjugrunn fyrir bændurnar alltaf. Þetta fer einhvern veginn allt saman fram hjá böndunum þeirra alltaf. Kjarasamningarnir, þeir mælast aldrei neitt í böndu bændana finnst mér. Okkur gengið ótrúlega illa að laga lífskjör þeirra. Mér finnst ekki ná mikið skilningur á mikilvægi matvælaframleiðslu í landinu. Þetta bara í rauninni fyrir utan löggjöfina þá er það bara algjör grunnskylda hverja þjóðar að geta fætt börnin sín og þegna sína. Mér finnst að það halda allir að danski kjúklingar munu redda því. En það bara ekki þannig. Við þurfum að átta okkur á því að jafnvel þó að landbúnaðarafurðirnar á Íslandi séu dýrar og verði alltaf dýrar að þá er það bara mikilvægast afurðin ásamt sjávarfanginu til þess að brauðfæða þessa þjóð. Af því við erum að sjá alveg hvað er að gerast í Evrópu. Það er rafmagnsskortur og það er stríð í Evrópu og það við getum mistað úr böndunum og þá þurfum við bara að búa þannig að auðæfin okkar í gróðrinum og landbúnaðinum getur brauðfætt okkur og það því geta starta þeirri vél ef við erum búin að drepa á henni. Þannig við erum ótrúlega sinnulegs gagnvart þessu. Er brú að gera hérna suður frá? Já, það er mikilvægt til. Séð þið eftir hálfa myndu? Er þetta ekki fyrsta brúin sem gerir úr fiskikerjum? Já, það er bara botnin úr henni. Ég er að brúa til Vestmannaeyja. Já, brúa. Þetta góð byrjun. Já. Við fórum undir Eyjafjöllin og þar er brúargerð. Hvað kemur þingmaðurinn nálægt þessari brú? Það var þannig að vantaði fiskiker til þess að steypa svona undirstöður fyrir brúna. Og ég talaði við góða vini mín í Eyjum, Sigurjón Óskarsson og Þórunni Sveinsdóttir, útgerðarmann og falaðist eftir 30 fiskikerjum og það var náttúrulega eins og við manni mælt eða Sigurjón og annars vegar að ekkert nema ljúfmennskan og hann átti 30 ker sem voru svona orðin ónothæf undir fisk og hann skellti því að bara vörubíl og hann bara mætti með það í sveitina þessu sannur greifi og kerjunum var komið fyrir á árbotninum á Írá sem liggur á milli landana og í þau var steypt og þau eru svona þungdamentið undir þessa mögnuðu brú sem verið að smíða sem reynda bara svona brú á milli jarða sem eru nú komnar í eign Guðmundar í Skálakoti. Voðalega rólega.
Þú varst lengi til þess að reka fé. Ertu mikill smali? Já, Kristinn í Árbæjarhjáleigu hefur ekki mikla trú á mér sem smala og ég hef farið með þeim á Landmannaafrétt og þar hef ég verið hundskammaður fyrir getuleysi mitt í smalamennsku og hann hringdi nú í góðan vin minn og sveitin undan Steinum í Eyjafjöllum og spurði hvað hefði verið gert við mig í gamla daga þegar það var að smala brekkundar í Steinum og þá sagði Sigurjón í Steinum að ég hefði verið lokaður inni með hinum hundunum sem ég kunni ekki að smala. En þetta er auðvitað allt saman lygi. Af því ég til og með hafa mjög mikla hæfileika til að smala fé. Þó ég geri það kannski á annan hátt en Kristinn í Árbæjarhjáleigu vill. En hann á náttúrulega eftir að beygja sér í dufti fyrir því að hæfileika mínir munu nýtast honum einhvern tímann að smala. En ég hef bara mjög gaman að vera í kringum kallana og blaka höndunum þegar ég sé að þeir gera það. Þannig að ég telur mér nú bara nokkuð frískan í smalamennskunnar og ég er alltaf að vera léttar og léttar á fæti. Þannig að ég fer að nýtast betur og betur, geta bara að hlaupa þessu hinnur hundarnir. Ég er sérfræðingur að reka fé. Það lærði ég undir Eyjafjöllum sem barn. Nýst vel á Landmannaafrétti, þeir eru mjög hrifnir af mér þar. Eða hitt og heldur. Þú ert búinn að gefa út nokkra bækur og það er ein núna nýlega komin út. Já. Af einhverju svaðilför í Surtsey. Já, það er svona búinn að vera með þá bók mjög lengi. Hún heitir Strandíkin í Gígsins og er bara þetta svona vegna æskuminninga minna. Ég var bara 7 ára gamall þegar Surtseyjargosið byrjaði og maður man þann dag bara svona gerst í gær og síðan voru þarna hlutir sem gerðu sem voru mér nærri mér, tengdust bæði fjölskyldunum og mönnum sem við þekktum og þetta lifði með mér lengi og ég þróaði þetta einhverja svona löngun með mér á mörgum árum að setja þetta á blað og svo þegar ég var búinn að gefa út þarna 2 bækur sem annars vegar fyrsta bókin sem ég gaf 2013 fjallaði svona æsku mína og ýmislegt eyjatengt svona skemmtilega sögur og fjölskyldun og svona og samferðafólki að þá gaf ég út bóku Hrekkjalómafélagið sem ég var nú félagi í og sem var náttúrulega ótrúlega magnað og mikill skemmtilegur klúbbur og einstakur og sinna vísu en svo tók ég mig til að skrifa þessa bók Strandíkin í Gígsins sem fjallar ógnaratburði í Surtsey og á þessu ári eru 59 ár liðin frá því og 60 ára afmæli er á næsta ári 2023 á sama tíma og 50 ár eru liðin frá því að Heimaeyjargosið byrjaði og það eru þetta að við sem upplifum þetta allt saman í mikilli nálægð að þetta það er útilokað annað en þetta hafi mjög mikil mótandi áhrif á mann og ég er bara auðvitað þannig getur, ég er svona töluvert svona listrænn í mér og hef áhuga á svona alls konar mála og teikna og gera og græja og setja saman texta og það fer mér stundum ágætlega og ég held að þessi 3. bók mín hafi tekið sérstaklega vel og hún fær fína dóma og það er alveg það er svolítið þess að eigna svona eingetið barn og ég hef fengið fullt að hjálp við þessa bók ómetanlega mest frá Guðna frænda, Einarssyni frænda minni sem er svona ritstjóri hjá mér en hefur haft svona vit fyrir mér auðvitað. Og það er önnur bók komin hvað á teiknibólið? Já, ég byrjaði þar. Nú ætla ég svona að vinda kvæði mínu kross og skrifa svolítið annað heldur en ég hef sjálfur upplifað. Það er svolítið áskorun fyrir mig upp á framhaldið að ég ætla að skrifa lífssögu Didda Frissa. Hann er alveg feiknarlegt efni í góða bók held ég og hann hafði áhuga á því kallinn að við myndum sitja saman og skrifa bók. Ég held að hún verði alveg bara ég þór eiginlega bara að segja að hún verði alveg bara stórskemmtileg. Ég er bara algjör klúðrari ef það verður ekki svo.
það er eiginlega ekki hægt að eyðileggja efnið, sko. Það er svo flott. Hann er nú margar fyrir að sopið þessi maður. Já. Hann fór fyrsta skipti róandi á árabát 8 ára gamall út úr sundi úr Sandgerðishöfn, út á Garðskagaflös og þar mistu þeir árina og þau voru 2 PR með einhver netadruslustubb sem þeir ætla að veiða í og þegar árið var að fljóta í burtu þá fór bara okkar maður bara úr fötunum, 8 ára gamall, stakk sér í sjóinn og synti eftir árinni. Og ég segi nú sko, betur, hvar var barnaverndarnefnd í Sandgerði þessum árum? Sko, Ási, að því þú spyrir barnaverndarnefnd, ég var rekinn úr öllum bekkjum barnaskólans frá því ég var 7 ára og þar til ég fendist. Ég vildi nú ekki segja þetta, en það var gott. Þú þorðir því ekki. Þú hefur verið gagnrýndur fyrir aksturinn um kjördæmið. Já. Tókst þetta inn á þig? Já, á tímabili mjög mikið. Og þetta var mjög harkaleg umræða á tímabili. Sló mig og eiginkonu mína mjög illa. Og börnin líka. Og þetta var svona undirróta alls konar leiðindum. Við vorum að leiðindi á tölvunni og símhringingar á nóttinni og hótanir á leiðindi. Og þetta var bara mjög erfitt á tímabili og mjög óvægin umræða, sprottin úr bara ósannindum. Ég hafði aldrei gert það sem ég var sakaður að hafa stólið peningum og öðru slíku, eins og Björn Leví og Þórhildur Sunna ásökuð með það hefur þingið margsagt. Það má auðvitað alveg deilu það hvað þingmenn er að keyra mikið, því mér finnst það alveg bara allt önnur umræða og það er kannski eðlileg umræða, sko. En ég bara gat ekki að því, sko, að alla þessar daga sem ég var að keyra 1000 kílómetra og sitja undir stýri eyða tíma í það, þegar að fæstir aðrir þingmenn gerðu það, þá var ég þó að sinna þessu fólki í þessum sveitum og ég var mjög mikil þakklæti fyrir því, sko. Þannig að fyrir mér er þessi umræða svona baki, það eru auðvitað alltaf einhverjir svona vökustaurar sem halda henni gangandi eða halda þetta sé eitthvað svona mjög fyndið allt saman. Sko, það er bara, þú veist, á mínu heimili var náttúrulega bara svo ákvörðun tekið fyrir mörgum árum síðan að fara ekki kommentakerfi vegna þess að það er ástæða stærstu hluta, það er náttúrulega bara eitthvað fárveikt fólk, sko. Og við bara reynum að láta það ekki trufla okkur, sko. Og þannig að þetta fer nú eiginlega, allt það rugl fer náttúrulega meira svona fyrir ofangar og neðan, sko. En það eru oft snillingar að koma svona á Facebook hjá manni, sko, þegar maður kannski að tala um barnaafmæli eða eitthvað svona, sko, þá kemur einhver fyndinn og spyr hvort að ríkið hafi borgað bíli fyrir mig, sko, í afmæli eða eitthvað. Mér finnst náttúrulega bara ekkert fyndið þetta. Ég verð nú að viðurkenna það. Þetta er mikil samkoma bull og píp? Já, þetta er einhver mesta menningarsamkoma sem getur á Suðurnesjum, held ég. Ég held að það er náttúrulega engin spurning að þarna koma mestu menningarvitar Grindavíkur saman á hverju móti. Hvað er umræðuefnið? Ja, það er eins og þú kannski heyrir, það er mjög djúpt. Það er mjög djúpt í ýmis málefni lands og þjóðar og stundum tekjum íþróttamálin og stundum pólitíkin og núna í morgun vorum við að ræða verndartolla á frönskum kartöflum. Af því Issi mætti núna, hann náttúrulega er að steikja franskar kartöflur hálfa sólarhringinn og hann náttúrulega bara staðfesti það sem ég hef sagt bæði í þinginu og annars staðar að þó að verndartollar upp á 70% teknar af frönskum kartöflum þá munir það ekkert lækka á. Það er bara þannig. Ég sagði það strax. Þetta er bara það sem við erum að glíma við á Íslandi. Það er alveg saman hvaða tollar og vörugjöld felld niður, það er bara neytendur fá aldrei njóta þess. Það er algjör hörmung. Svona kannski að endingu, hvað ætlar Ásmundur að reyna við
eitt kjörtímabil í viðbót á þingi? Já, mér finnst gott að hafa það markmið og ég er búinn að hafa það reyndar í svona rúm 16 ár að taka einn dag í einu. Það er mjög gott fyrir menn eins og mig. Taka einn dag í einu. Hlakka til morgundagsins og takast á við lífið og ennþá finnst mér að ég geti gert betur í dag en í gær. Og með að svo þá held ég áfram og störfi verða alltaf umdeild en ég hef ennþá mikla ánægju því sem ég er að gera og á hvern hátt ég tek þetta starf. Það er auðvitað kannski öðru sem margur annar þingmaðurinn. Ég er auðvitað mjög mikið út af meðal fólksins og takandi svona virkan þátt í lífinu sem ég hef nú sagt hérna áður við í dag. En ég held auðvitað að það sé auðvitað alltaf mikilvægt að þingið endurnýi sig og þingflokkar endurnýi sig og það þarf að gerast svona með svona einhverju eðlilegu róti og nú ég búinn að vera á næsta ári 10 ára á þinginu og ég fer auðvitað svona að komast á þann aldur að margir vilja leggjast í helgan stein. Ég mun ekki gera það. Ég er með mörg járn í eldinum. Mér finnst þetta framtíðin bara blasa við mér og ég var kosinn á þetta þing, þetta kjörtímabil. Ég mun klára það, klárlega. Og ég mun bara taka ákvörðun framhaldið þegar þar að kemur. Ef ég held og finn að ég sé að gera gagn og það sé einhver stuðningur í því að ég haldi áfram, þá kemur það í ljós. Svo kannski bara verður tækifæri við nýja mann og hinn tækifæri sem ég veit að eru þarna úti, þau bíða rosalega spennt eftir mér, þannig að ég er tilbúinn í allt. Leið og þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum fjölmiðill og gefum meðal annars út vikulegt héraðsfréttablað, Víkur fréttir, og það liggur frammi á 30 stöðum á Suðurnesjum í hverri viku, að sjálfsögðu frítt. Við erum að sjálfsögðu með það á netinu líka og þið finnið það á vefsíðun okkar vaff.is. Þar erum við líka með öfluga fréttaþjónustu og skrifum nýtt efni á vefinn okkar á hverjum degi alla daga vikunar. Þá erum við í golfinu á kylfingur.is, nýtt efni þar reglulega. Við þökkum fyrir okkar að sinni, sjáumst að vikuliðinni. Verið sæl.